fer hann að setja í gang bara, tilbúinir. Já, ég býð ykkur velkomin á þennan fundi í bæjarstjórn Mosfellsbæjar, númer 711, 21. febrúar 2018 og segi fund settan. Að þessu sinni ein 10 mála dagskrá og fyrst 2 fundargerðir frá bæjarráði, eins og oftast nú. Síðan koma 4 fundargerðir frá ýmsum nefndum og bæjarins og loks 4 fundargerðir til kynningar. Þetta þessi hefðbundna röð og við byrjum á bæjarráði. Bæjarráð Mosfellsbæjar hélt fund 8. febrúar síðastliðinn. Hann var númer 1341 og ég gef orðið laust þá fundargerð. Það kveður sér engin hljóðs, þá umræðan lokið og þeir sem staðfesta þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér við benna rétt upp hönd. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komum við inn í síðari fundargerð frá bæjarráði Mosfellsbæjar 1342 var númer á þeim fundi og haldinn síðastliðinn fimmtudag 15. febrúar. Orðið laust. Haraldur Sverrisson orðið, gjörðu þörhaldur. Ég vil að taka þetta til mál nr. 5 sem heitir samgöngustyrkur. Þar voru lögðar fram drög að reglum samgöngustyrk til starfsmanna til samþykktar á þessum fundi. Þetta mál sem hluti af ákvörðunartöku varðandi fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2018, þar að segja að koma á samgöngustyrk. Samgöngustyrkur með þeim hætti að starfsmönnum Mosfellsbæjar stendur til boða svokallaður samgöngustyrkur. Felst í greiðslu, mig minnir rúmum 40.000 á ári, skattfrjáls samkvæmt úrskurði og mati ríkisskattstjóra ef að þeir taka skuldbindandi ákvörðun það að mæta ekki á bíl 4 daga í viku í vinnuna. Þannig að segja nýta þá í staðinn hinna dagana vistvæna umhverfisvæna samgöngumáta eins og til dæmis koma fótgangandi eða hlaupandi eða eitthvað þar á milli í vinnuna, hjólandi, nú eða þá með almenningssamgöngum. Og það hafa 2 sveitarfélög held ég, segi rétt frá, áður tekið upp þetta fyrirkomulag, þess að Reykjavíkurborg og Seltjarnarnes. Ég vildi bara vekja athygli á þessu og fagna þessu hérna því ég held að þetta sé skref bæði þetta náttúrulega stuðningur við þá sem nú þegar nýta sér svona ferðamáta í vinnuna og svo það að þetta stuðlar að því að fleiri vonandi gerir það og sem að gott og þetta er alltaf umhverfisvænt verkefni, þar að segja að fækka ferðum á velknúnum ökutækjum og minnkar mengun og slíkt og svo líka getur þetta stuðlað minnkun álagi á mikið notuðu gatnakerfi höfuðborgarsvæðisins. Þannig að mér finnst þetta gott verkefni sem að bæjarstjórn þér stóð að hér í tengslum við fjárhagsáætlun og þá að útvatnast með þessum reglum. Í framhaldinu stendur þá starfsmönnum Mosfellsbæjar þetta til boða með þessum hætti. Já, Anna Sigurð, þú þeim að röggja þessu öll. Forseti, kannski aðeins fyrst bara að ef ég má bara um sama máli og bæjarstjóri var að tala það hérna samgöngustyrkurinn að þetta er bara mjög gott mál og verður spennandi að fylgjast með þátttökunni í þessu og hvernig verkefnið gengur. En þetta er algjörlega til fyrirmyndar finnst mér að taka upp svona styrki.
En það sem ég langaði, ástæðan fyrir ég kom upp og það var mál númer 7. Þannig að málum veist að ég þurfti að víkja af þessum fundi klukkan 20:08 á bæjarráðsfundi og var því ekki viðstödd umræðu skýrslu skíðasvæðanna, stefnumótun. Það stendur þetta stefnumótum í fyrirsögninni, á líklega að vera stefnumótun uppbyggingu og framtíðarsýn. Og mér langar bara til þess að spyrja því það kemur fram í bókum bæjarráðs að fyrir utan að það er fagnað þessari stefnumörkun að þá er lagt til að framkvæmdaplan verði miðað við 6 til 8 ár í staðinn fyrir 12 ár og ég myndi gjarna vilja fá svona aðeins kannski hvað ég að segja útrygging á því að með hvaða rökum var óskað eftir þessu og hvað liggi þar helst að baki með þessari bókun bæjarráðs. Já, Haraldur, þú beðinn orðið, gjörðu svo vel. Ég ætla að reyndar að biðja orðið þegar umræðu samgöngustyrkja verið lokið til að ræða þetta tiltekna mál. Þannig að spurningi hvort það vilja ræða einhver sem vilja ræða samgöngustyrkina. Já, við skulum bara halda áfram með þetta. Það var einmitt þetta 7. mál, skýrslu skíðasvæðanna og stefnumótun. Þetta er ekki stefnumót. Þannig að það er þetta M á að vera N í þessari fyrirsögn. Þetta mál snýr að því að það er búið að vinna að stefnumótun fyrir uppbyggingu á framtíðarsýn fyrir skíðasvæði höfuðborgarsvæðis á undanförnum mánuðum sem að hefur verið unnin undir forsvari samstarfsnefndar skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins. Þetta mál var tekið fyrir í stjórn SSH á síðasta fundi þar og ákveðið að vísa þessu til bæjarráða og borgarráða, allra sveitarfélaga skíðasvæðanna. Það skal hins vegar sagt að viðtökur við þessu máli í stjórn SSH voru jákvæðar. Ég held að allir hafi einhverjum hætti tjáð sig þetta mál þar og það er að segja framkvæmdastjórar sveitarfélaganna og með jákvæðum hætti. Þessi stefnumótun gengur út á töluvert mikla uppbyggingu á skíðasvæðunum bæði í Bláfjöllum og í Skálafelli. Löngu tímabærri uppbyggingu á mínu mati. Sveitarfélög hér á höfuðborgarsvæðinu reka saman þessi skíðasvæði og það hefur svona minnst síðasta áratuginn ekki verið lagt mikið í þá uppbyggingu eða bara eiginlega saman sem ekki neitt. Og þetta snýst náttúrulega líka snjóframleiðslu og að það sé hægt að auka nýtingartíma þessa ágætu svæða fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins. Því að skíða íþróttin er alltaf stór íþróttagrein, almennis íþróttagrein sem að samkomulag hefur verið meðal sveitarfélaganna að styðja. Þessi stefnumótun gengur út á það sem framtíðarsýn gengur út á það að það sé varið í uppbyggingu á skíðasvæðunum næstu 12 árin 6,2 milljörðum. Þetta er töluvert miklir peningar. Þetta er líka töluvert langur tími og töluverður fjöldi fólk sem stendur á bak við þetta alls saman, það sé allt höfuðborgarsvæðið. Þetta eru 2/3 af Íslandi, það sé fólksfjöldi á Íslandi. Þessu er skipt upp í 2 tímabil, fyrstu 6 árin og svo næstu 6 ár og svona með mismunandi aðkallandi verkefnum. Og þetta gengur það út á það að byggja nýja skíðaskála bæði í Bláfjöllum og Skálafelli, nýjar lyftur, endurnýjun á lyftum, í Bláfjöllum til dæmis að uppbygging getur verið þannig að það sé hægt að skíða báðum megin við fjallið, það sé bæði norðan og sunnan megin, það sé núverandi lyftur sem sagt upp á fjallið norðan megin og svo koma nýja lyftur þá sunnan megin. Eða öfugt, ég man ekki alveg áttirna því þessu. Austur og vestur? Eða austur og vestur, já, þannig að kannski betra að segja austur og vestur. Og Skálafelli gengur þetta út á það að endurnýja stólalyftuna sem er náttúrulega orðin handónýtt fyrir löngu síðan
en nú að skrimti nú hann upp og niður einhvern veginn, illan leik. Það sé líka bætt við tógliftu eða diskaliftu frá þar sem hún endar og upp á topp af fjallinu. Það ekki gert tillaga að stólulifta fara upp á topp af fjallinu og það einfaldlega vegna þess að veðuraðstæður á toppnum verið með þeim hætti að þá myndi opnunartími hennar minnka til muna vegna þess að veðrið upp á toppnum með öðrum hætti heldur en þar sem hann endar í dag og því að það hún gæti ekki gengið eins oft, þannig að í staðinn þá viðbótarlifta, þá tóglifta eða diskalifta þá upp á toppinn. Ég held að það sé mjög skynsamlegt og síðan gert ráð fyrir því að byggingun í skíðaskála við hérna á staðnum og lagningu bundið slitlags hérna uppbyttir og lagfæring og stækkun á bílastæðum. Nú tala ég Skálafell vegna þess að það er náttúrulega skíðasvæðið okkar en gæðsalappa hér í Mosó. Þetta er 10–15 mínútna fjarlægð frá okkur hér í Mosfellsbænum og Mosfellingar hafa gegnum tíðina nýtt þetta skíðasvæði mjög og börn og unglingar gegnum tíðina verið hérna mjög mikið. Það er í dag aðeins opið helgar, 2 mánuði á ári. Það þarf að auka þann opnunartíma sjálfsögðu og það skiptir máli fyrir okkur að þarna sé góð og hröð uppbygging. Og þegar að bæjarráð var að bóka með þessum hætti og snerist það fyrst og fremst það að flýta þessum framkvæmdum með það að markmiði að uppbygging í Skálafelli gæti hafist fyrir en áætlanir þessi stefnumótun gerir ráð fyrir. Stefnumótunin gerir ráð fyrir að reyndar mest af þessum breytingum í Skálafelli verði á fyrri hlutanum en þá seinni part fyrri hlutans. Það er árunum 23 og 4 komi ný lifta, ný stólulifta í Skálafell og árunum 2023 verði vegurinn lagður með bundnum slitlagi og síðan þar á eftir komi diskalifta og bílastæði og skíðaskáli. Liftan í Skálafelli eins og ég sagði áðan er orðin algjörlega úrelt. Sumir myndi segja jafnvel hún væri hættuleg. Það var orðið óhöpp í henni. Hún er með gamalli tækni og sem að skíðafólk á ekki að venjast í dag og þeir sem fara í hana svona vara sér kannski ekki á því hvernig hún hefur ekki gírun, hún hægir ekki á sér þegar stólarnir koma að þegar menn fara úr og stólarnir koma mjög blind að fólki þess að þeir sjást ekki fyrir horn. Nútíma hönnun á skíðalyftum með margt öðrum hætti og það hafa orðið óhætt í þessari lyftu, sérstaklega við þá sem eru óvanir í að fara að nota svona gamla tekni og svo kannski líka þeir sem eru ekki eins vanir á skíðum. Þannig það er mjög mikilvægt að hún verði endurnýjuð og svo náttúrulega eins og kom fram í kynningu framkvæmdastjórans hér og formanns skíðasvæðanna flutningsgetan eða afkastageta þessara lyftu allt og lítill. Þannig að meiri partur gesta í Skálafelli niðri, og brekkurnar á meðan tómar. Og þetta var rætt hér í bæjarráði og allir voru sammála það að það væri mikilvægt að ef það væri hægt að flýta þessu tiltekna verkefni og staðinn fyrir að nefna þetta sérstaklega að þá vildi bæjarráð leggja áherslu á það að þessu verkefni öllu saman yrði bara þjappa betur saman. Þetta er ekki þeir fjármunir fyrir höfuðborgarsvæðið að það ríði einhverja baggamunni og þetta er nú svona hlutur sem við höfum svo sem talað oft hér, Mosfellingar, oft til umræðu hér í bæjarstjórninni meðal annars og íþrótta- og tómstundastarfsmenn örugglega líka, að nauðsyn þess að bæta aðstöðu skíðasvæðanna og sérstaklega í Skálafelli og ég held að við ættum að fagna því að það sé komið á þennan rekspöl og þá leið ef við getum stuðlað að því að það geti gerst eitthvað framar í framkvæmdaröðina, þá var það ennþá betra. Þetta var svona held ég umræðan þetta. Síðan ætla ég að leggja það til hérna því að mér finnst við höfum kannski aðeins klikkað á því í bæjarráðinu að vísa þessari skýrslu til upplýsinga inn í íþrótta- og tómstundastarfsnefnd og íþrótta- og tómstundastarfsnefnd fái þetta með formlegum hætti
og geti fengið þær upplýsingar sem hér eru og fjallað það. Þannig að ég legg það til, forseti, að þessari skýrslu verði vísað til Íþrótta- og tómstundanefndar til upplýsingar. Já. Hafsteinn, þú varst búinn að biðja orðið? Nei. Já, annars yfir. Já, þetta er svo lítið, það tekur það að standa upp, Forseti, ég vil þakka bæjarstjóra fyrir þessa yfirferð og þetta skýrir málið vel. Gott einmitt að hann lagði til að vísa þessu inn til Íþrótta- og tómstundanefndar sem hefur gleymst á bæjarfundinum. En mér langar til þess að leggja til að þessu verður líka vísað til ungmennaráðs vegna þess að unga fólkið náttúrulega eru miklu notendur að skíða svona mannvirkjum eða hvað við kallum þetta. Þannig ég legg það til að ungmennaráð fái líka sent þessi gögn. Já. Theodór Kristjánsson, gjörðu svo vel. Ég kannski fái, forseti, við þetta bæta hjá Haraldi þessa framtíðarsýn en langar bara nefna að það auðvitað ánægilegt verandi fulltrúi okkar í stjórn skíðasvæðanna að sjá þessa bókun. Ég bara vel ánægð með það og eins og Haraldur segir þetta einhverjir 6 milljarðar sem þarna koma fram en ef allt væri óbreytt þá færi til þessa svæðis milljarður, þar að segja að þetta viðbót upp á 5 milljarðar þá. Því að rekstrarféð þannig að þetta bara, þið sjáu það í skýrslunni. Og það var auðvitað svolítið aðdragandi að því að við náðum að fá þessa framtíðarsýn að kaupa þessa þjónustu og ég er bara rosalega ánægð með að skýrslan liggi fyrir, hún er líka svo upplýsandi fyrir sjálfur eigi ekkert mikill skíðamaður en ég er bara talsmaður þess að fólk geti notið í Íþrótta- og tómstunda hvar sem og þetta hefur svolítið óljóst hvað kongur, gosi og drottning og allt þetta, hvernig skíðasvæðan líti út. Hérna eru þau í þrívít, þarna gert grein fyrir hvernig staðan í dag með ágætum myndum í þrívít með litum og breytingarna sem að fara út í og ég minnst bara frábært hvað við höfum í sjálfur sig hérna verið diggir stuðningsmenn þess að Skálafellsins og kannski hér höfum við líka náði í gegn að henni var ekki lokað, fjallinu var ekki lokað eins og stendi við fengum þarna helgaropnun og laugardaga nokkra og þegar illa áraði. Ég var líka í nefndinni þegar hrunið skall á okkur og þetta er búið að vera erfið ár. Þess vegna er þetta rosalega gaman fyrir okkur sem sitjum hérna núna að sjá þessa skýrslu og ekki síður það sem kannski Haraldur nefndi hér líka hvað viðbrögð SSH eða bæjar- og borgarstjóra voru góð og við erum alltaf hæstánum með það og líka þessi vilji til kannski ef við getum eitthvað hert á því eins og komum fram að þá er þetta ekkert gríðarlega fjármunum fyrir þennan fjölda fólks. Og þið sjáu líka í skýrslunni hver hlutur Mosfellsbær ef ég man rétt þá einhvers staðar ríflega 20 milljónir ári þessi framkvæmda ár meðan Reykjavíkurborg með talsvert meira út á mannfjölda. En ég bara kannski hef einhvern veit að bæta nema varandi þann þá austur hluta Bláfjallasvæðisins það er innan Ölfus þannig að það þarf að fara einhverja samninga verið það er svo skemmtileg vídd ef það kemur það er að geta farið þá aftur fyrir fjallið og upp aftur og búið til svona hring. Þannig ég bara takk bæjarstjóri fyrir þessa fínu kynninga þess en við erum rosalega lukkulega í nefndinni með það sem hefur verið að gerast núna í síðustu mánuði og sérstaklega viðtökurnar sem við erum að fá við þessari vinnu okkar. Takk. Já, ég hef sett sjálf mig hérna á mældaskráum og þetta sama mál sem er nummer 7 og ég bara fagna hér eins og aðri við þetta borð að þessari bara stórsókn á þessu sviði getum við sagt sem liggur í loftinu í þessari stefnumótun við fengum ágæta kynningu á þessu hérna í bæjarráði og bæjaryfirvöld í öðrum sveitarfélögum sem hafa aðild að þessu skíðasvæðum munum nú þegar hafa fengist samsvarandi kynningu og það var eins og kom hér fram áðan það var lagt til að framkvæmdaplan verði miðað við 6 til 8 ár í staðinn fyrir 12 eins og stendur í fundargerð og nú er að vona að bæjaryfirvöld í öðrum sveitarfélögum sýni því góðar undirtektir. Þetta þýðir bara mjög margt eins og hér hefur rakið bundið slitla upp í Skálafell einhvern tímann innan ekki mjög margra ára að ný lyfta og svo náttúrulega líka stórsókn í Bláfjöllum eins og sást svo vel á þessum gögnum. Það hefur staðið tæpt með rekstur Skálafells eins og við vitum öll hérna og þarna kannski skíðasvæðið svona færast aftur líf og fjör í Skálafelli eins og var nú hér í eina tíð sem ég held að sé mjög gott. Með snjóframleiðslu á svona skíðasvæðum þá myndast betri nýting, það var mynd spurt það
Allt hjálpast þetta að, við getum ekki breytt veðrunu eða snjóálögum, en það er verið að framleiða snjó og með því að hafa betri aðstöðu, hvort sem þessi lyftur eða aðstöðuhús, veitingahús eða hvað sem er og vegur, þá batnar aðgengið og það er auðvitað bara gott fyrir alla ef við notum þessi skíðasvæði sem allra mest. Orðið er ennþá laust þetta mál. Theodór, kæra svo vel. Já, mér láðist að segja það að bæði kom fram á fundi SSA og líka hjá okkur í stjórn svæðana að boða til fundar með tómstundaráðum svæðana og líka skíðaráðum. Það er að segja að það verða opnir fundir þar sem að þessi kynning sem á fyrir bæjarráðum, þar verða skýrslu þeir sem gera skýrsluna og svo framkvæmdastjóri svæðana ásamt stýrihópnum sem var í verkefninu. Þannig að það verður kynning fyrir tómstundanefndir og höfuðborgarsvæðinu, opin. Það var bara ég gleymdi að segja þetta á. Takk. Sturla, gjör svo vel. Mér langaði nú bara að lýsa yfir ánægju minni með þetta verkefni. Frábært að þessi uppbygging sé að fara í gang og sérstaklega þá með Skálafelli. Það sem við erum með þetta frábæra fjallina við hliðina á okkur og bara frábært að þetta muni örugglega leiða til þess að verði fleiri opnir dagar á árinu. Og bara sem ungur iðkandi á snjóbretti þá bara er ég mjög ánægður með þetta. Þetta er bara frábært. Það er bara það. Takk fyrir. Nú, ég lít þá á að umræða með þetta mál 7 sé lokið. Það voru hér tillögur það að senda þetta mál og skýrsluna sjálfur. Annars vegar til íþrótta- og tómstundanefndar og einnig til ungmannaráðs. Er eitthvað sem að mótmælir því harkalega hér við þetta borð? Svo er ekki þá lítið á það sé samþykkt og verður það bókað og fer það áfram í stjórnkerfinu til þess bæði ungmannaráðs og íþrótta- og tómstundanefndar til kynningar og auðvitað vel heima þar. En orðin ennþá laust þessa fundargerð. Hildur, gjör svo vel. Já, ég ætla að fá að leggja fram spurningu hérna varðandi mál nr. 26, móttaka flóttamanna frá Úganda. Ég veit að það var stutt síðan þetta var rætt á þessum fundi bæjarráðs en mig langar að forvitnast stöðuna í dag. Ég veit að það var haldinn fundur hjá Rauða krossinum í gær. Mig langar svona að forvitnast hvort að hingað hafi borist svona einhverja fréttir af því hvernig það fór og hvort það er eitthvað nýtt sem er komið fram í þessu máli. Já, einhver sem vil Ég get svo sem svara mál, þessu. sko, ég get ekki svarað þessu, sko. Já, Haraldur. Forseti, ég bara varði þetta mál, ég var ekki á þessu fundi í gær. Veit ekki hvernig hann fór fram. Ég skildist nú reyndar af fjölskyldusögu, en það var fyrst og fremst fundur fyrir sjálfboðaliða sem að vera að koma að því að aðstoða við móttöku flóttamannanna. Ég bara get ekki svarað því. Það er búið að ganga frá samningi við velferðarráðuneytið, hann verður lagður fyrir bæjarráð til afgreiðslu í næstu viku. Framkvæmdastjóri fjölskyldusögu gekk frá því máli þegar hún kom úr frí. Þannig að málið verður þá aftur á dagskrá í bæjarráði eftir viku, ekki á morgun. Náðast ekki komast því á dagskrána þá, kom ekki, kláraðist ekki nógu snemma, ekki nema að við viljum taka þeim sem aukamál, en það er alveg nóg að ganga frá þeim samningi í næstu viku, þannig að bæjarráð staðfest þannig sé þetta ganga frá honum. En flóttamennir munu koma 19. mars, eins og kom fram á fundi bæjarráðs síðustu viku. Já, ég hef nú sett mig hérna á mælendaskrá líka og þetta mál nr. 6 fundargerð bæjarráðs. Á þessu fundi í bæjarráð þá kom Ásgeir Sigurgeirsson verkefnastjóri sem vinnur hér á fjölskyldusögu kynnti þetta mál fyrir okkur og það svona húsnæðismálin sem var nú áhugjefni svona fyrst, það virðist vera nú að rætast alveg úr því, svo við náttúrulega grundvallaratriði í þessu máli öllu. En bara almennt vil ég bara lýsa ánægju yfir því að við séum að taka á móti flóttamönnum og bara fleiri flóttamenn í Mosfellsbæ.
segi ég. Orðið er laust ennþá fundargerð bæjarráðs frá 15. febrúar og enginn kveður sér frekar hljóðs, þá er umræðum lokið og ég bið bæjarfulltrúa rétti pönn sem staðfesta eða samþykkja þessi málin sem einstök mál bera með sér. Staðfesta þessa fundargerðarsækið, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í einstöka nefndir og ráð. Það eru 4 fundargerðir. Fyrst er það fræðslunefnd Mosfellsbæjar. Hún fundaði 14. febrúar á öskudaginn og valentínsdaginn. Það fór saman að þessu sinni. Orðið er laust. Nú, enginn kveður sig hljóðs þessa fundargerð, þá er umræðan lokið og ég bið þá rétt upp hönd sem staðfesta hana eða samþykkja hana eins og einstök mál bera með sér. Hún er staðfest með öllum atkvæðum 9 talsins. Þá er komið að ungmannaráði Mosfellsbæjar. Þessi fundur var haldinn 25. janúar nr. 48 og þar voru 5 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Mér langar að setja sjálf mig hér á mældagskrá og mér langar bara rétt að tæpa einu hér góðu máli sem er rætt. Með 4 Kærleiksvikan í Mosfellsbæ. Þetta er nú orðið fastur liður hér í sveitarfélaginu og er almennt bara mjög skemmtileg vika. Það var í þessar sömu viku var nú hérna samkoma hér upp í framhaldsskólanum og þar var tónlistaflutningur og hestamannafélag Hörður var heiðrað þarna fyrir góða frammistöðu við hestamennsku fyrir fatlaða. Mjög skemmtileg stund en þetta var nú á dagskrá hjá öldungaráði, ég ætla nú að segja ungmennaráði. En það er nefnilega eins og segir í fundargerði að það var á dagskrá vegna þess að það var verið að skipuleggja félagsvist með öldungaráði í Kærleiksvík 2018. Og niðurstaðan á þessu fundargerð að það var ákveðið að halda sameiginlega spiladag með öldungaráði laugardaginn 17. febrúar hér í Kjarna og ég kíkti nú hérna við og þetta var alveg sérlega ánægjulegt að horfa yfir miðsvæði í Kjarna sem við þekkjum öll, sem er allt og lítið notað, en þarna voru bara spilað á nokkru borðum og félagsvist sem var nú einu sinni kallið framsóknarvist. Og bara svo gaman að sjá hvernig kynslóðarnar mættust þarna við spilaborðið. Kærleiksvikan, þetta er eitthvað sem er vonandi komið til að vera og mig langar hér að vitna í Pál Postula hérna úr ræðustólunum í Kórinthubréf. Þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika væri hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Sígild orð og við nú fengum nú ennþá meira vægi eftir að Jóhann Gjár Jóhannsson söng þetta með óðmönu hérna í eina tíð. Það var ekki verra en þá ætla ég nú að setjast hér aftur í stól fundarstjóra og orðið er nú laust ennþá. Anna Sigríður. Þetta sama mál, ekki sagt? Jú, með leyfi forseta, ég ætla að fá að lesa allt Kórinthubréfið. Já, fyrra eða síðara? Fyrra. Já, bara taka undir það sem að forseti segir hér Kærleiksvíkuna og þessa frábæru félagsvistar upp og ég var einmitt að hugsa maður þetta að fara og rifja hann upp, sko. En það sem mig langar til þess að tala um, nei, sama mál, ekki sama mál, afsakið forseti. Mér langar að tala um 25. Gjörðu svo. Já. Og í síðustu fundargerð ungmennaráðs þá var þetta mál á dagskrá hjá þeim líka að búa til hæfileikakeppni í Kraganum sem tekur mið af skrekk í Reykjavík og sem er eins og ég sagði þá frábær viðburður og ofboðslega skemmtileg sjónvarpsefni
fyrir okkur miðaldra fólkið og örugglega ennþá skemmtilega að vera ungur að taka þátt í þessu. En núna er verið að vinna því að koma svona á stopp hérna meðal sveitarfélaganna í Kraganum og mér langaði bara til að segja það að hérna svona keppni er alltaf ekki komið á koppinn nema sveitarfélögin standa bakvið standi myndarlega á bakvið unga fólki í þessu verkefni. Þannig að ég bara vildi eiginlega segja að ég treysti því að við munum ekki láta okkar eftir liggja þegar að þetta verkefni er komið á það stig að það var að sjá við förum að sjá hvernig það leggur sig og hvaða fjármunur í fólknir að koma þess á koppi. Því að ég held að þetta sé snilldarverkefni fyrir ungt fólk í Kraganum. Já, Rúnar Bragi, þetta sama mál. Nei, það er í málið það sem var fjallað á undan. Já, kannski bara til þess að við höfum aðeins rauða á suð. Er eitthvað sem við ræða bréf frá ungmennaráði? Nei. Já, það er ágætt að vinna í það. En bara svo einhver sem við ræða það mál sem annars við að ræða hérna áðan. Það er ekki, en þú vilt tala kærleikann, Rúnar Bragi. Gjörðu svo vel. Kærleiksvíku í Mosfellsbæ eins og Já, kæri forseti, annars eru við bara rétt upp aðeins og undan mér. Ég vildi ekki vera að trufla það. En ég ætla bara að taka undir það sem þú sagðir, forseti, varðandi kærleiksvíkuna. En það vill svo skemmtilega til að ég var reyndar staddur þarna líka. Og ekki nóg með það, ég var fenginn til að taka þátt í spilavistinni. Veit ekki fyrir hvort að ég var þar fyrir aldraða eða unga, en kannski var ég þarna eitthvað rétt á milli. En mér fannst þetta sérstaklega skemmtilegt að fá að taka þátt þar sem einhver forfallaðist og ég hljóp í skarðið að sjá einmitt unga fólkið spila við eldra fólkið og samskipti sem þar fór á milli. Það var mjög merkilegt að verða vitni að því og segi bara að þetta var mjög frábær og skemmtileg uppákoma og tek undir það að þetta ætti að vera oftar. Takk fyrir. Já, orðið er laust, ungmennaráð. Nú, engin kveður sér hljóðs, þá er umræðan lokið þessa fundargerð og ég bið þá bæjarfulltrúa rétt upp hönd sem samþykkja hana eins og einstök mál bera með sér, samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það íþrótta- og tómstundanefnd sem fundaði 15. febrúar, orðið er laust. Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, mér langar að taka það til máls undir máli 5.3, siðareglur íþrótta- og tómstundafélaga sem fá styrki í Mosfellsbæ. En á þessu fundi þá var það lagt fram hjá okkur að félög sem sækja styrki til Mosfellsbæjar setji sér siðareglur sem að ég held að við ættum að vera stolt af og Mosfellsbæjar sé leiðandi í því að félög setji sér siðareglur, sérstaklega svona á þessum tímum og tímamótin sem hafa verið. En með leyfi forseta mætti ég kannski bara lesa upp niðurstöðu fundarins eða? Já, gjörðu svo vel. En það var eftirfarandi samþykkt að Mosfellsbær áskilur sér rétt til að skilyrða allar fjárveitingar til íþrótta- og tómstundafélaga að þau setji sér siðareglur, viðbragðs- og aðgerðaáætlun í tengslum við þær og skuli félögum fræða starfsfólk sitt kynferðislega áreitni og eða ofbeldi og hvers konar annað ofbeldi. Einnig skal félagið stofna og eða hafa aðgang að óháðu fagráði sem tekur á móti ábendingum og kvörtunum iðkenda og ábyrgðaraðila. Félögum skuli sýna fram á að farið sé eftir jafnréttisáætlunum og jafnréttislögum í starfi og aðgerðaáætlun þar sé skýr. Hafi félag ekki gert jafnréttisáætlun með aðgerðaáætlun skal það gert. Já, Hafsteinn Pálsson næstur. Gjörðu svo vel, Hafsteinn. Forseti, þetta er mikilvægt mál sem var þarna á dagskrá í íþrótta- og tómstundanefnd. Við kannski koma inn á það að menntamálaráðherra hefur forgöngu það að skipa nefnd þessi mál og ISI og MFI og fleiri aðilar munu eiga
eða fulltrúa í þessa nefnd eða fá að tilnefna fulltrúa í þessa nefnd og ég lít svo á að það sé mjög mikilvægt að við fylgjumst vel með því sem að kemur frá þessari nefnd og nýtum það í starfi Íþrótta- og tómstundafélaga hérna í Mosfellsbæ og þarna er verið að reyna að samræma hvernig er reynt að færa hlutina til betri vegar en verið hefur og reyna að koma í veg fyrir eins og verða má að það endurtaki sig frásagnir eins og komu fram núna nýlega hjá hópi fólk sem hefur og hópi kvenna sem hefur verið að taka þátt í íþróttastarfi. Þannig að það sé komið fram og það fræðsluefni sem hefur verið hjá ISÍ þetta á heimasíðunni, það er verið að yfirfara það og efla og það er verið að fá upplýsingar frá eða fræðsluefni frá Norðurlöndunum og verið að þýða það og koma því í loftið. Þannig að það verði aðgengilegt fyrir þá sem eru að leiða starf í félögunum okkar. Bara til upplýsingar. Takk fyrir. Já, Anna Sigríður, þetta sama mál. Já. Gjör svo vel. Forseti, ég ger ráð fyrir þegar að bæjarfulltrúi Hafsteinn talaði hér um nefndina að þá væri hann að tala um nefnd á vegum menntamálaráðuneytisins, ekki einhverja nefnd sem verður bara ákveðið að stofna hér. Ég fæði það að kinka kolli þannig að það er rétt. Ágætis upplýsingar hjá bæjarfulltrúanum. Hefði kannski verið gott að hafa eitthvað það inn á fundagáttinni hvað ráðuneytið er að hugsa sér í þessu máli. En hvað það að ég vil bara fagna því að Íþrótta- og tómstundanefnd skuli stíga þetta skref. Við höfum hér áður í vetur tekið umræðuna í kjölfar allar þessara hræðilegu frásagna sem komu fram í bæði undir meinmerkinu í skugga valdsins og MeToo. Það er eins hér í okkar bæjarstjórn eins og er örugglega víðast hvar annars staðar að það er fullkominn einhugur að við viljum sporna gegn svona ómenningu eins og hefur þrifist því miður í nánast öllum kimum samfélagsins. Og einn af þessum kimum sem er ansi stór, það er íþrótta- og tómstundaheimurinn þar sem við sendum börnin okkar og þar sem við treystum því að börnin okkar og unglingarnir okkar séu, í skjóli. Þannig að ég fagna því sérstaklega að Íþrótta- og tómstundanefnd skuli taka á þessu máli. Mér skilst nú þetta að fyrsta sveitarfélagið til þess að gera þetta hefði verið Hafnarfjörður og gott að hafa einu sinni tækifæri til þess að hrósa Hafnarfirði. En mér langar líka að vekja athygli á því að Ungmennafélag Afturelding sem er stærsta íþróttafélagið í bænum setti sér siðareglur fyrir nokkuð mánuðum síðan. Stofnaði þá nefnd og það var með minni 3 manna nefnd. Ástæðan fyrir ég veit þetta, ég veit ekki hvað það segir að ég sat í aðalstjórn félagsins þá og það var fengið til þess valin kunnugt sómafólk til þess að vera í nefnd sem ætlað var að taka á málum sem kæmu, hvers kyns umkvörtunarmálum sem snéru að samskiptum, til dæmis þjálfara við iðkendur og sem kannski gætu hugsanlega orkað tvímælis. Nú veit ég ekki hvernig staðan það er með þetta innan þess félags. Nú er dálítið langt síðan að ég fór úr stjórn þar. Kannski vita fulltrúar Íþrótta- og tómstundanefndar sem hér sitja eitthvað það er kannski rætt á þessum fundi. En ég treysti því bara að bærinn gangi bara hart fram í því að fá félögin til þess að uppfylla þessi skilyrði. Auðvitað skilja það er hér talað um ársfrest og það er náttúrulega skiljalegt vegna þess að það tekur tíma að búa til svona vandaða ferla í svona málum, tekur tíma en ár er líka alveg nógu tími. Þannig
ég vil bara fagna því að Íþrótta- og tómstundanefnd ætlar að leggja þessa áherslu á þessi mál. Já, næstur er Rúnar Bragi Guðljósson, gjörðu svo vel. Forseti, já, takk fyrir þetta, Anna Sigríður. Ég glemdi henni. Ég ætlaði einmitt að segja það að það vill skemmtilega til að bæjarfulltrúi Kolbrún Þórsdóttir sat einmitt í þessari nefnd sem setti þessar siðareglur. Það er ánægjulegt að séu 2 hér í bæjarstjórn, en umræðurnar á fundinum voru einmitt á þann veg að við vissum af því að það eru siðareglur hjá Aftureldingu, en kannski út af því sem þú ræddir og það sem hefur verið í gangi undanfarið, séu einmitt tilefni til þess að taka kannski reglurnar upp aftur og skoða þær. Þetta er inn á heimasíðu, siðareglurnar eru inn á heimasíðu hjá Aftureldingu, þar eru einnig held ég hjá golfklúbbnum hjá okkur og jafnvel fleirum, en ég held að þetta sé mjög þarft og gott verkefni hjá okkur. Já, en það er Fríbón að beðið morðið, það er Hafsteinn, síðan Anna Sigríður og síðan Hildur. Já, forseti, ég ætla kannski að bæta aðeins við þetta því að vegna þess að ég þekki þetta frá borði stjórnar ISÍ og þar eru náttúrulega Afturelding eins og mörg önnur félög eru fyrirmyndafélög og það er verið að taka upp varðandi fyrirmyndafélögin þær reglur sem gilda siðareglunar og endurskoðun þeirra og þannig að það er verið að hafa samband við félög það að fara í endurskoðun á sínum siðareglum úr þeirri átt og þannig að það liggi fyrir. En ég fletti hérna upp á heimasíðu Aftureldingar og þar kemur fram að þar er skjal sem heitir verkferill siðanefndar, síðan siðareglur Aftureldingar og í þriðja lagi reglugerð siðanefnd Aftureldingar og í siðanefndinni nú sitja Rakel Heiðmarsdóttir, Ragnheiður Bragadóttir og Guðjón Helgason. Bara svona að því að það var verið að velta á einhverjum. Þannig að þetta eru upplýsingarna sem það hverjir eru skipa þessa siðanefnd hjá Aftureldingar allavega. Já, það er Anna Sigríður, þú ert orðið. Þú ert næst, var ekki ykkur? Nei, þá. Já, mér langar bara, í tengslu við þetta að ef mér leifir sem ég hlýtur að leifast að forseti þar sem hér var rætt áætlanir menntamálaráðuneytisins áðan, þá hlýtur mér að leifast aðeins að bregða út frá titlinu þarna, sem ég langar til þess að nefna líka jafnréttisáætlanir félagana. Það skiptir rosalega miklu máli að það séu gildar jafnréttisáætlanir og áætlanir sem sagt séu jafnréttisstefna og gildar jafnréttisáætlanir inn í svona félögum. Þetta er kannski orðið pínlegt en það var líka í minni tíð í aðalsveit Aftureldingar sem við settum stefnu og jafnréttisáætlun og reyndar fékk félagið viðurkenningu Mosfellsbæjar, jafnréttisviðurkenningu Mosfellsbæjar fyrir það sem var virkilega ánægjulegt. En aðalatriðið með jafnréttisstefnu er að jafnréttisáætlunin hún sé uppfærð og eftir henni farið og það séu mælanlegir áfangar og nú veit ég ekki hvernig það er með Íþrótta- og tómstundastöðin hvort hún gerir þessa kröfu jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun hjá íþróttafélögum sem hljóta styrki. Það er gott ef að formaður nefndarinnar kannski á ég endurtaka spurninguna? Já, ef maður myndi kannski hlusta að ég er ekki viss ég veit ekki fyrir viss hvernig það er með Íþrótta- og tómstundanefnd hvort hún gerir kröfu til Íþrótta- og tómstundafélaga sem hljóta styrki að þau séu með gilda jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun. Hér kinkar bæjarstjórinn kolli þannig ég gerir ráð fyrir að það sé rétt en þá finnst mér mikilvægt að Íþrótta- og tómstundanefnd fylgist með því að þessa stefnu og þessa áætlun sé uppfærðar. Taki ekki bara gamlar áætlanir sem góðar og gildar skiljið. Það er bara svo mikilvægt að þessu máli, þessu unni í þessum málum, jafnt og þétt og markvisst. Takk. Já, Hildur Margrétardóttir, þú er næst. Gjörðu svo vel, Hildur. Já, ég ætla að fá aðeins að ræða hérna
þetta mál. Það fylgir málinu sem sagt viðbragðsáætlun 2018-2020 sem sagt æskulýðsvettvangurinn stendur fyrir þessari áætlun og Ungmennafélagið Íslands aðili að þessum vettvangi, þar meðal Afturelding. Og vegna þess að við vorum að ræða hérna áðan siðanefndina, en þá vil ég endilega taka fram að hér í kaflanum kynferðisbrot þá það sagt að allar tilkynningar kynferðisbrot skal taka alvarlega og óheimilt að afgreiða ætluð kynferðisbrot innan aðildafélaga. Þannig að það kemur mjög skýrt fram að svona mál fara ekki inn hjá siðanefnd félagsins. Heldur þetta tilkynnt til yfirmanns og haft samband við framkvæmdastjóra aðildafélags og fagra æskulýðsvettvangsins. Já, það var beint spurningu til Rúnars Braga hérna áðan, formanns íþrótta- og tómstundadeildar. Og ég ætla að gefa honum orðið í vissulega í þriðja skipti, en þá eingöngu til að svara spurningu frá bæjarfulltrúa Sigríði sem kom á hann. Takk fyrir, forseti. Það rétt, Anna Sigríður, að spurningin var varðandi jafnréttisreglurnar. Það sannarlega inni, og þegar við erum að tala Aftureldingu, þá þar einmitt jafnréttisstefna og áætlun. Hún samþykkt árið 2011, 3. maí, þann góða dag. Ég alveg sammála því, og það kannski ekki endilega það sem íþrótta- og tómstundanefnd að kannski nógu dugleg að biðja að það sé einmitt kannski farið og þetta sé uppfært reglulega. En ég held að það sé mjög mikilvægt að þeir sem að setja sér þessar reglur, að það sé þá allan rýnt í þær og það þeim haldið á lofti. En já, þetta vildi ég samt hafa. Já, tveir beðum orðið, það Hildur næst og síðan Theodór. Já, ég vildi ekki segja. Já, varðandi þetta mál, þá gleymdi ég að nefna það til að þessi áætlun sem fylgir málinu, hún mjög ítarleg og góð, og eins og Anna Sigga nefndi þá 1 ár langur tími, en Afturelding getur stuðst við þessa áætlun. Þannig að það má alveg vekja athygli á því. Já, Theodór, þú næstur, gjör svo vel. Forseti, ég hef svo sem áður komið hérna upp og rætt stefnu sem að sveitarfélagið setti og íþrótta- og tómstundanefnd ætti að fara eftir. Og til að svara spurningunum hvort þið jafnréttisáætlun, það skýrt kveðið á það í stefnunni, þau skulu vera með hana. Það gerð krafa til íþrótta- og tómstundafélaga að þau setji sér jafnréttisstefnu. Þetta í kafla 4 í stefnunni okkar, 5, jafnrétt og jafnræði. Og það líka segir þar, ef ég mætti með leyfi forseta, þá að safna upplýsingum með þátttöku barna og unglinga í bænum, skipta til kynjum og íþróttagreinum. Þá rannsaka á 3 ára fresti stöðu kynjanna með tillit til aðgangs að íþróttum og tómstundum svo unnt sé að meta frekar hvernig unnt að taka mið af kynjasjónarmiðum við skipulag og framkvæmd frístundastarfs og beina því til félaganna að gæta þess að börn, foreldrar og forráðamenn hafi jafnan aðgang á upplýsingum í samræmi við leiðarljós íþrótta- og tómstundar Mosbæjar. Og við erum tilbúin þá að mæta óskum félaga fræðslu vegna jafnréttismála síðast óskað. Ég talaði náttúrulega sem fyrrverandi fulltrúi íþrótta- og tómstundar líka alltaf þessi jafnréttisfulltrúi bæjarins og ég saknaði svolítið við lefum ekki sér stefnu bara að við notum hann ekki, skiljiði mig. Ég gagnaði mig í leiðinni sko, þannig ég er svo komið áður í púlti hérna og það talaði lýðheilsu og forvarning hérna í 7. kafla sem að snerta kannski allt nema það sem við erum að upplifa í dag og var eitthvað ágætt að bæta við sem þessi MeToo svona bylting og það sem við mætum bæta því við, en ég held að stefnun okkar sé bara býsna góð og sko núna hann var samþykkt skal ég segja af okkur hér eða bæjarstjórn
í janúar 2013 sko. Þannig að, já. Já, takk. Já, orðið laust. Ég er búinn að tala til þess og ég má ekki koma í Fundargerð, nei, það er nú ekki. Ólafur Ingi. Gjörðu svo vel. Ég þarf að nýta tækifæri, ég er ekki búinn að koma upp á þessum leiknafáum og bara að tala í fyrsta skipti. Hér hefur verið margt sagt sem er satt og rétt og vissulega vel athugað og vitnað í reglur sem eru til staðar. Þannig að ég hef nú verið í þessari ágætu nefnd, en við fáum tækifæri til þess að hitta fulltrúa þessara félaga sem að hér fá styrk einu svona ári til þess að fara yfir tölur sem að þeir leggja okkur til varðandi aldur, kyn og svo fleira og hérna þeirra ungmenna sem við erum að styrkja. Ég minnst okkur í 2 ár hef ég spurt langt flest þessa aðila sem að koma hér sækja styrki hvort að það sé í gildi jafnréttisáætlun í viðkomandi félögum. Ég held ég hef fengið nei alls staðar nema hjá Aftureldingu sem að vissulega er með, en hef samt á tilfinningunni að það hafi sú stefna hafi svolítið rykfallið fyrir seinustu ár. Vegna þess að þegar ég spurði hana fyrir 2 árum og þá myndi sá hópur sem við hittum þar ekki eftir stefnunni þó svo að hennar getið á heimasíðu. En vissulega þarna er komið ástæða til þess að við getum brýnt þetta, við getum vitnað í okkar eigin siðareglur sem eru hérna til. Við getum hvatt félögin og hjálpað og eigum aðstoð þau til þess að koma þessu regluverki á. Þetta er þarft mál, algjörlega nauðsynlegt og ég er bara mjög fegin að þessi samþykkt var gerð í nefndinni. Nú höfum við bara mjög ákveðnum hætti, tæki sem við getum beitt til góðs. Takk. Já, orðið er ennþá laust þetta mál, benda á að þeim samþykktum bæjarstjórnar eða Mosbæjar að menn tali tvisvar hvert mál. Ég ætla ekki að tala um þetta. Nei. En orðið er laust að öðru leyti þá eða þetta mál. Er einhver sem vil ræða þetta mál frekar sem er ekki búið með kvótann? Það er ekki þá gefst ykkur kostur að ræða hin 2 málin og það er Rúnar Bragi sem ætlar að koma hingað. Já, forseti, takk fyrir. Ég langar að ræða mál nr. 1. Það gerist hérna hjá mér. En það er hægir og líðan ungs fólks í Mosfellsbæ. En ég langar bara að nota tækifærið og þakka henni Margréti Lilju Guðmundsdóttur sem kom hingað og kynnti fyrir okkur þessa skýrslu bara fyrir. Hún stóð sig bara mjög vel og kynnti þetta fyrir okkur á góðan og hérna, já, bara skýran hátt og kannski að bara að þið lesið skýrsluna að það er áhugavert að sko miðað við meðaltal að þá held ég að Mosfellsbær sé bara í alveg ágætis málum varðandi líðan barna hér í Mosfellsbæ og skýrslan bara tekur vel af því og hún nefndi einnig að þau væru sífellt í endurskoðun og skoða nýja spurningar og leggja mikinn metnað í þessa skýrslu. Já, orðið er ennþá laust. Íþrótta- og tómstæðunefnd. Varstu búinn að byrja? Já, gjörðu svo vel, Ólafur. Forseti, ég kem hér undir sama máli og er hér varabæjarhöldur Rúnar. Það er varðandi máli eitt að það er hérna, hann vitnar þarna í þessa könnun sem er mjög góð. Þetta er hérna könnun sem gefur okkur svona, þetta er svona dálítið svona eins og að taka púlsinn á þessum hóp sem þarna ræðir. En ég saknaði svolítið að hérna könnunin skuli ekki vera birt með fundagerðum. Nú hef ég sent post á formann Íþrótta- og tómstæðunefndar og farið fram á þetta og fengið þau svör að hann sagði því ekki til fyrirstöðu, ég get ekki séð að þetta sé neitt leyndamál. Og ég myndi gjarna bara vilja koma því hér á framfæri að Bæjarborg getur bara skoða þessa könnun
á heimasíðu bæjarins í gegnum fundargerðina. Orðið er laust. Nú, engin kveðs við ljós, þá er komið að því að greiða atkvæði um þessa fundargerð Íþrótta- og tómstundanefnd. Þeir sem staðfesta hana og samþykkja þessu einstaklega meira með sér sem er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá koma að næstu nefnd, það er skipulagsnefnd Mosfellsbæjar sem hélt fund 16. febrúar síðastliðinn. Þannig er málum vestið að ég siti í þessari skipulagsnefnd og ég kaus að víkja fundi undir málum nr. 2 eins og bókast í fundargerð. Ég tel rétt að ég víkja fundi núna þegar að hægt er að ræða þetta mál og það verður borðið til atkvæða. Þannig að nú vill svo til að áður varaforsetarnir eru ekki staddir á þessu fundi og þá er það aldursforsetinn sem er ótvírætt þegar ég er farin hérna út, Hafsteinn Pálsson. Þannig að hann mun stýra fundinum undir þessu máli bæði þannig að orðið verður gefið laust og síðan verður greitt atkvæði um þetta eina mál. Gjör svo vel, Hafsteinn. Mál nr. 2 í fundargerð skipulagsnefndar. Orðið er laust það mál. Ef enginn æskir þess að taka til máls, þá er umræðum lokið og ég ber upp til samþykktar afgreiðslu skipulagsnefndar í þessu máli. Þeir sem að samþykkja gjör svo ekki að merki. Það er samþykkt með 8 atkvæðum og þá er rétt að kalla og forseta og hann heldur áfram stjórn fundarins. Já, þá er nú orðið laust fundargerð skipulagsnefndar nema annað mál, það er afgreitt. Eitthvað sem menn vilja ræða þar. Það voru 12 mál á þessu sinni. Oft eru nú fleiri. Mér langar að aðeins að stíga hér í ræðustólinn og ræða hér mál nr. 4 sem heitir einfaldlega Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 Álfsnesvík. Þetta er þetta stort og mikið mál sem að tengist okkur og því til að við búum hérna nálægt Álfsnesinu en hinum með Leiruvoginn. Þetta hefur verið mikið í á dagskránni hjá okkur og þurftum nú að gera mikla breytingar á skipulagi. Mér langar svona að tæpa bara á svo að bæjarfulltrúar og aðrir sem að mál mitt heyra skiljið í hvaða stöðu málið er núna. Langar svona að tæpa þeirri bókunum dálítið löng eða niðurstaðan á þessu fundi og lesa hérna svona hlutaðinni orðrétt. Niðurstaða á fundinum var þessi. Töluverðar áhyggjur eru meðal nefndarmanna og íbúa í Mosfellsbæ vegna áhrifa iðnaðaruppbyggingar í Álfsnesi á íbúða og útivistarsvæði í Mosfellsbæ. Það er áhrifin verði á íbúða og útivistarsvæði í Mosfellsbæ. Einnig eru áhyggjur af því að uppbyggingin auki þungaflutninga Vesturlandsveg þegar Sundabraut er ekki orðin að veruleika. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við að lýsingin verði kynnt fyrir lögbundnum umsóknaraðilum svo og almenningi en leggur áherslu á að umhverfisáhrif breytingarinnar verði metin sérstaklega með tilliti til hagsmuna byggðar í Mosfellsbæ. Þetta er nú svona meiri hluti bókunarinnar. Það er sem sagt, nefndin taldi ekki ástæða til að gera að farið svo kallar lýsingu. Þetta er í ákveðnu ferli sem er auðvitað mjög flókið eins og skipulagsferli er nú oft. Það kom að því að koma ýmsir umsagnar aðilar að því máli. Þannig að ég vildi lesa þetta upp hérna orðrétt til þess að fólk heyri stöðu mála eins og hún er hér og nú. Þetta mál mun nú alltaf að halda áfram í sínu skipulagsferli. Orðið er laust. Skipulagsnefnd.
Já, gjörðu svo vel, annars Sigríður Gunnardóttir. Þetta sama mál? Já. Forseti, þetta er rétt, þetta er löng og mikil niðurstaða, óvenju löng, skipulagsnefnd yfirleitt mjög spör á orðin í sinni fundargerðum. En þetta er náttúrulega stórt mál sem við stöndum frammi fyrir og mjög mikilvægt að við stöndum í báða fætur og gætum fyrst og fremst hagsmuna Mosfellsbæjar í þessu máli. Mér langar til að spyrja, ég veit ekki alveg hver var það kannski einna helst bæjarstjóri sem gæti svarað því. Það kemur fram í niðurstöðunni að nefndin leggur áherslu á að samhliða vinnu við breytinguna verði unnin úttekt og frambúð atvinnu- og iðnaðarsvæða hjá sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, samanber bókun svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins á 80. fundi, 8. desember 2017. Á vegum SSH eitthvað svona skoðun hafin eða hvar stendur það mál? Vegna þess að ég held einmitt að þetta sé mjög mikilvægt atriði fyrir okkur sem höfuðborgarsvæðinu að skoða, að fá yfirlit yfir þau svæði sem til greina að koma til uppbyggingar svona atvinnu- og iðnaðarsvæða. Takk. Já, það var beint spurningu til bæjarstjóra og hann tekur til máls. Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég sammála því, það er mikilvægt að mínu mati að þessi tiltekna skoðun eigi sér stað. Ég einmitt átti samtal við formann skipulagsnefndar þetta á sínum tíma og sem situr reyndar líka í svæðisskipulagsnefndinni og lagði það til að þetta er í gegn. Þetta verkefni er á vegum svæðisskipulagsnefndar og ég ger bara ráð fyrir því að annars er ég spurði sessunum sinn næst framgang málsins, en ég veit ekki annað en að þar hafi verið vel tekið í þessa hugmynd, þó að það sjálfur sér kannski hefti ekki skipulagslega framgang þessa tiltekna verkefnis. Hann þarf bara að eiga sér stað og við getum þá komið okkar athugasemdum sem Mosfellsbær, sem sveitarfélag á framfæri hvað það varðar, en svæðisskipulagsnefndin og svæðisskipulagsstjóri þá sinni þessu tiltekna verkefni og þetta er ekki síst tilkomið vegna þess að það er að eiga sér stað ákveðnar breytingar, sérstaklega innan sveitarfélagamarka Reykjavíkur, þar sem er verið að færa atvinnu- og iðnaðarsvæði af þeim stöðum sem er í dag og sú starfsemi sem þar er, þarf náttúrulega að komast einhvers staðar fyrir og sem er nú meðal annars það sem er að gerast við Álfsnesvík, það er að segja Björgun, það hefur verið að klæðskera sauma skipulag fyrir Björgun sem er einmitt á einu af þessu svæði og þannig að það sé ljóst hvar best slíkri starfsemi og annars konar starfsemi sé fyrirkomið. En ég bara endurtek það að þetta er að vega svæðisskipulagsnefndar og ég ger ráð fyrir því að það sé bara haldið vel utan um það þar. Orðið laust. Theodór, þetta mál. Gjörðu svo vel. Forseti, alltaf eins og forseti fór yfir hér rétt á hann, og við ræddum þetta mjög mikið, en af því þetta er á þessum staði ferlinu, við kemur oftur inn til okkar og það er kannski verðt að hafa í huga að þetta er núna fer til umsagnar hjá svo mörgum og það er umsagnir fáu vinn, þannig að við verðum þá með betri gögn til að eiga betri samtöl bæði í skipulagsnefnd og svo aftur hér þessi atriði. En það er þeir sem fá lýsingar til umsagnar yfir Skipulagsstofnun, Vegagerðin, Orkuveita Reykjavík, Hafnarfjörður, Seltjarnarnes, Mosfellsbær, Orkustofnun, Íbúasamtök Leirvogstungu, Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, Umhverfisstofnun, Minjastofnun, Landsnet, Kópavogur, Garðabær, Kjósarhreppur, Faxaflóahafnir, Veðurstofan og Hverfis og Grafarvogs. Þannig að það eru mjög margir sem ætla að fjalla þetta og þess vegna vorum við kannski, þess vegna er bókun hjá okkur svona, hún kannski lengri kantið, en hún kannski samt, hún nær utan það sem við erum öll að hugsa og gefur okkur þennan tíma og við fáum þá fyllri upplýsingar til aftur að eiga þá, við hefum getað rætt þetta sjá svo til kvölds í nefndinni
En þetta er bara þeim stað og við gerum ekki eins og kemur fram, við gerum ekki athugasemdir í lýsingunni eins og en við minnum á þessi atriði sem að snúa svolítið að okkur, kannski annars við nefndi hér áðan, hagsmunum sem við erum sannlega þurfum að huga að, þungaumferðinu og allir sem fylgir þessu. En allavega mér langaði bara að nefna þetta, hvað það er statt, því þetta kemur svo oft til okkar að við erum að reyna líka að svolítið þó að, já, ég held að það verið svona góð sátt þessa bókum. Takk. Ólafur Ingi, þetta náttúrulega ekki þessu vel. Forseti, það var beint hér spurningu til fulltrúa í svæðisskipulagsnefnd sem ég nú annar að tveimur fulltrúum að spær. Þá er þetta var að tekið fyrir á síðasta fundi 27. janúar síðastliðinn og þá var bókað þetta með að verkefnalýsingi var send sveitarfélögum til umsagnar þann 14.12. ásamt beiðni upplýsingar aðstöðu stöðu athafna og iðnaðarsvæða. Þannig að því var sem sagt vísað til sveitarfélagana að taka þetta saman og senda síðan svæðisskipulagsnefnd og þessum svæðisskipulagsnefnd gerði þessu fundi, hún hvatti sveitarfélög til að hraða þeirri vinnu og ég held að á þeim tímapunkti hafi bara Mosfellsbær verið búin að taka saman efnið fyrir þetta. Þannig að við hvetjum þá ef að hin sveitarfélögin er eftir að skila þessu inn þá hvetjum við til þess að drífa í því. Já. Fleiri sem vilja taka til máls þessa fundargerð, þá göngum við til atkvæða fundargerð skipulagsnefndar og það er búið að greiða atkvæði mál nr. 2. Ég ber þá fundargerðina, það er að segja hinn málin, þessum samþykkt þær afgreiðslur er bennur rétt upp hönd, það er samþykkt samhljóða með 9 atkvæðum. Þá erum við búin að ljúka umfjöllun fundargerðir, það er að segja sem eru hér til samþykktar, en það eru 4 fundargerðir sem eru lagðar fram til kynningar. Og við byrjum á þeim, það er fyrst afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Hann hélt, sá fundur fór fram 13. febrúar síðastliðinn. Orðið er laust. Það kveður sér engin hljóðs þá fundargerð, þá var hún lögð fram. Þá var það Sorpa, eða öllu heldur stjórnarfundur í Sorpu sem var haldinn 7. febrúar síðastliðinn. Orðið er laust þá fundargerð. Það kveður sér engin hljóðs þar og þá er sú fundargerð lögð fram. Næst er það heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis sem hélt fund 14. febrúar síðastliðinn hér í Kjarna á 5. hæð. Orðið er laust þá fundargerð. Nú það kveður sér engin hljóðs hana og þá er sú fundargerð lögð fram. Þá er það komið að síðustu fundargerðinni sem er hér til umfjöllunar á þessum fundi og það er samstarfsnefnd skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins. Hélt fund 13. febrúar síðastliðinn. Orðið er laust þá fundargerð. Það kveður sér engin hljóðs hana og þá er hún lögð fram. Og fleira liggur ekki fyrir þessu fundi og ég þakka ykkur fundarsveituna og segi fundi slítið. Það stefnir í hófni hjá ykkur, þið þurfum að horfa á fótbolta eftir hérna sumir. Já. Hérna, Í dag stefnir. og